Já, takk alveg fyrir. Við höfum aðeins verið að tala gervigreindina í svona 30.000 fetum og það sem ég langaði að gera að taka bara alveg niður á bara 1 fet, jafnvel 0 fet. Og mér langar að segja ykkur frá gjánni í skilvirkni á milli þess sem ég kalla AI-elítunar og síðan svona almennra notenda. Það eru fólk sem að glíma við sömu verkefni en það með sama aðgengi að tólum en bara mismunandi högun. Og við skulum skoða 2 stjórnendur. Þessi stjórnendur, þeir hafa sama starfið, þeir eru að fara á sama föstudagsfundin en þeir eiga mjög mismunandi fimmtudaga. Við byrjum á því að skoða hana Önnu og Anna er það sem við myndum kalla, eins og Elín sagði áðan, AI-túrista. Hún notar ad hoc tól. Það er ein fyrirspurn hér, það er samantekt þar, tólin geta verið alls konar, til dæmis ChatGPT, Claude, Slack, Jira, Vafrar og svo framvegis. Föstudagsundirbúningurinn hennar er heill vinnudagur og þar af leiðandi er fimmtudagurinn alveg farinn. Næst skulum við líta á Brynju. Brynja er AI-arkitekt, eða það sem við köllum Context Engineer. Hún er búin að skilgreina hvernig vinnan flæðir í kringum hana. Hún hefur sama aðgang að tólunum, en hún notar færri tól og hún notar þau betur. Föstudagsundirbúningurinn hennar er það bil 10 mínútur og hún nýtir fimmtudagi sinn í hluti sem skiptar raunverulegu máli. Við skulum setja sjónarsviðið. Á föstudaginn klukkan 9 þá er mánaðarleg rýni stjórnanda. Það er fimmtudagsmorgun núna og Anna og Brynja hafa báðar 24 klukkustundir til þess að undirbúa sig. Þær þurfa að skila af sér stöðuna á verkefninu, greiningu á einni virkri áhættu, að við viljum enga feluleiki, eina fyrirspurn til stjórnenda, hugsanlega spurningar stílaðar eftir spyrjandanum og prírítskjal sem næsti yfirmaður getur lesið yfir fyrir fundin. Og skoðum þá samhengið, hvar lifa gögnin? Þau eru í Jira til dæmis, þar er eitt verkefni með 5 miðum, það er Slack og þar er verkefnarásin fyrir verkefnið, þar eru hellinga ákvörðunum sem hafa verið teknar, við erum með tölvupósta, það eru samantektir, það eru dagatöl og það eru fyrri fundir, hverjir hafa tekið þátt í þeim fundum og svo framvegis og síðan er það teymið sjálft og vitneskjan sem býr í samtölum milli þeirra. Þetta er sem sagt gagnaheimurinn hjá Önnu og Brynju og þetta er eflaust eitthvað sem þið kannist við. Hlutirnir geta verið bara á rú og stúi og það er einhvern veginn ekkert skipulag á því. Þannig að við ætlum að byrja á lotu 0 sem við ætlum að nota sem svona baseline fyrir okkur. Þarna erum við að skoða Önnu, þar sem hún notar gervigreindina sem túristi og án réttrar högunar. Og hvernig lítur fimmtudagurinn hennar út? Jú, hún eyðir heilum vinnudegi í að fara í gegnum 47 opna vafraflipa. Hún heyrir í 6 mismunandi manneskjum á Slack til þess að fá uppfærslur stöðuna á verkefninu. Hún endurvinnur öll skjölin frá seinasta fundi alveg frá grunni og copy-pastar Jira skjáskot hingað og þangað fram og tilbaka og hún er búin með vinnuna sína klukkan 6 og þá er hún úrvinda og hún er ekki einu sinni viss með niðurstöðuna. Hér sjáum við hvernig Anna notar AI sem tól og eflaust margir hérna inni eru akkurat á þessum stað. Það er eitt prompt í einu, þú sendir eina fyrirspurn á ChatGPT sem er einhvern veginn eins og taktu saman þennan Slack-þráð, þú sendir aðra fyrirspurn á Gemini, gagnrýndu punktana sem ég var að fá frá ChatGPT og tímakostnaðurinn er 8 klukkutímar og það er heill dagur bara farinn í vaskinn. Það er ekki gott. Þá skulum við snúa okkur næst að henni Brynju og sjáum hvernig hún notar gervigreindina í þessu fyrsta stigi í áttina að AI-elítunni. Hún notar nefnilega AI sem vinnuflæði. Hún er með nákvæmlega sömu tól og Anna, en hún er með allt aðra högun. Vinnuflæði geta verið skilgreind á hvaða hátt sem er. Þetta getur verið skill, þetta getur verið eitthvað verkefni inn í Claude, þetta getur verið inn í Gemini, bara einhver leið til þess að halda utan vinnuflæðið ykkar. Síðan ertu með samhengið verkefnið, þú ert með teymið þitt og leiðtogastílinn, þú ert með formföst intök og þú ert með eitt sniðmátt, þar sem allt sem þú þarft að gera til þess að klára verkefnið er á einum stað. Og með þessari högun þá getur þú strax breytt 8 klukkutíma vinnudegi yfir í bara 1 klukkustund. Skoðum þetta aðeins nánar. Við ætlum að sjá demo og í þessu demo þá erum við með eitt verkefni og það er ein keyrsla og öll úttökin lenda á sama stað. Í þessu dæmi þá höfum við skrifað gem í Gemini til að halda utan vinnuflæðið sem hún Brynja er að kljást við. Inntökin eru Jira export, samantekt af Slack og hún er með yfirferð á dagatalinu sínu
og hvað annað sem hún gæti þurft til þess að plana fyrir fundin. Útkoman síðan pre-read-skjalið, QA-skjöl, minnispunktar af ýmsum toga og drög að tölvupóstum. Sjáum hvernig þetta getur litið út. Og þarna lendum við akkurat í því hvernig gervigreindi getur stundum verið pínu að bíta okkur í rassinn. Þetta eru gömlu glærurnar, æðislegt. Ok, þá gerum við þetta bara pínu jazz. Inn í þessu dæmi þá vorum við með Gem í Gemini og hún Brynja afsakið, hún sendi inn eina fyrirspurn í einu inn í Gemið og Gemið það leiðbendinni í gegnum hvað hún átti að senda inn næst. Sem þýðir að hún fékk upp eitthvað prompt og promptinu sagði þetta var frábært inntak frá Jira en nú vil ég að það sem hún sendir inn næst er samantektin úr tölvupóstunum. Og úttakið kemur þá allt fyrir á einum stað. Þannig að það sem við hefðum séð, ef vídeóið hefði virkað, þá sáum við vinnuflæði þar sem samhengið var unnið einu sinni en það var notað vikulega. Þú getur smíðað vinnuflæðið einu sinni og það getur verið verkefni í Claude eða Gem í Gemini eða bara einfaldlega eitthvað vistað skill. Lykilatriðið að þú hættir að endurtaka þig aftur og aftur og inntökin séu strúkturuð þannig að þú getur skipt hlutverk frá því að vera rithöfundur yfir það að vera ritstjóri. Tímiðin auðlind og þú ættir að vera nýtan í að gera hluti sem skipta máli en ekki eintóma handavinnu. Eitt sem ég vildi samt koma fram varðandi þetta að velja bara einn plattform. Velja annarkvort Claude eða Gemini eða hvað það og fara alla leið með það. Það sem við kölluðum áðan Agent Sprawl algjör killer fyrir vinnuflæði. Og nú ætla ég að velta fyrir mig hvort að ég geti náð sambandi við tæknimanninn og látið hann hlaða inn næsta demói þannig að við séum alveg örugglega með það á hreinu fyrir næstu glæru. Það sem við ætlum að gera næst að skoða hvernig Brynja getur gert ennþá betur. Og það ef hún notar AI sem starfskraft, eða það sem við höfum verið að kalla agent. Þar úthlutar einfaldlega vinnunni og það eina sem Brynja þarf að gera að skrifa Prepare me for tomorrow's executive review og agentinn sér alla restina. Hún þarf ekki að gera neitt. Tímakostnaðurinn þar 10 mínútur, hún sinnir eingöngu yfirferð og það eina sem hún þarf að gera á meðan bara að fá sér kaffibolla. Og þá spurningin hvort að demódraugurinn, ég gleymdi að fórna gate í morgun fyrir fyrirlestur, þannig að demóguðin ekki endilega með mér í liði hérna. En næst, þá ætlum við vonandi að sjá demo, þar sem Brynja setur inn eitt prompt og agentinn gerir alla handavinnuna. Það eina sem Brynja þarf að gera að rýna það sem kemur út úr því. Þar ætlum við að sýna hvernig Claude Cowork með agentum og MCP-tengingum beint inn í dagatalið og Jira og Slack notað til þess að koma með drög af minnispunktum og QA-skjal og pre-read og fundaboð. Þar sem allt tilbúið í einu klikki. Og nú ætla ég að biðja til tæknimannsins að það sé eitthvað í gangi bak við tjöldin. Möguleiki að fá vídeóið upp? Ekkert vídeó, ok. Þá þetta bara svona. Þá get ég bara sagt ykkur hvað þetta frábært. Í Claude þá getur við verið búin að setja upp workspace þar sem þú ert í rauninni með sömu högun og í fyrra demónu, þar sem við erum með skill sem leiði í gegnum ferlið, en í staðinn fyrir að þú ert að mata ferlið með upplýsingum sem þú ert búin að fara inn í öll mismunandi kerfin, copy-pasta allt sem þú getur gert, setta aftur inn í gervigreindina, fara síðan aftur inn í annað kerfi, náði í önnur gögn, setta á sama stað og fengi síðan út einhverju niðurstöðu, þá agentinn búin að gera þetta fyrir þig. Hann tengist beint í gegnum MCP-in á dagatalið, hann fer inn í Jira sjálfkrafa, hann lesi yfir Slack-þráðinn, hann býr til samantektina og útkoman drög sem þú getur sendt á yfirmannin með einu klikki og ert með öll undirbúningsskjölin sem þú þarft fyrir fundiðinn. Þannig að hvað hefðu við séð? Geggjur glæri til að hafa svona eftir demo sem þið sáu ekki. Starfskrafturinn gerði allt sjálfvirkt. Hann las yfir dagatalið, skannaði Jira, tók saman Slack, smíðaði minnisblöðin, hann persónu gerði QA með hana og bjó til drög bæði með fundaboði fyrir teymið og e-mail sem yfirmaðurinn gat lesið fyrir fundin. Og þetta ekki eitthvað sem í framtíðinni, þetta bara eitthvað sem þið geti gert akkurat í dag, með tólum sem þið eru líklegast með aðgang að nú þegar.
Þannig ok, hvað getum við gert í dag bara til þess að koma okkur alveg mjög hratt inn í föstudaginn? Þið getið gert 3 skref. Það er númer 1. Það er bara að taka stöðuna. Lista upp öll þau verkefni sem taka hvað lengstan tíma hjá okkur og þeir eru að endurtaka oftast. Númer 2. Þið getið byggt vinnuflæði með tengingum og MCP-um fyrir það verkefni. Og ekki byrja á 10, byrjið bara á 1 og gerið það vel. Notiði vinnuflæðið og ídriðið það. Og númer 3. Þið getið orðið að þessum context engineer fyrir ykkar teymi. Af því að þið verðið að byrja að skrifa niður það sem er í kollinum ykkar, því að agentandi geta notað það, en starfsfólkið ykkar getur líka notað það. Þannig að lokum, 5x skjáin er ekki aðgengi að tólum, heldur högunin. Takk fyrir.